Lítil virkni í eldgosinu sem hófst á 10. tímanum í morgun. Sprunga liggur í gegnum varnargarð norðan Grindavíkur og opnaðist innan garðanna. Erfitt að spá fyrir framhaldið. Suðvesturhornið skalf síðdegis eftir kröftuga skjálfta við Reykjanestá. Íbúar í Vogum hafa fundið vel fyrir skjálftum í dag og segja þó öðruvísi en í fyrri gosum. Karlmaður í Grindavík ógnaði björgunarsveitarfólki með byssu sem var þar að aðstoða íbúa. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til og björgunarsveitarfólki fékk áfallahjálp. En ríkir algjör óvissa nýja tolla sem Bandaríkjaforseti ætlar að kynna á morgun. Trump segir morgundaginn verða sannkallaðan frelsisdag fyrir Bandaríkin. Við eigum ekki að vera hrædd þjóð en við eigum að vera þjóð á varðbergi, segir utanríkisráðherra. Áherslubreytingar í Bandaríkjunum séu meðal þess sem kalli á endurskoðun varna landsins. Komiði sæl. Lítil virkni í eldgosinu sem hófst norðan við Grindavík í morgun. Jarðskjálftavirkni heldur áfram. Snarpir skjálftar sá stærsti 5,3 að stærð eru rétt fyrir klukkan 5 við Reykjanestá. Kvika flæðir enn frá Svartsengi og yfir í kvikuganginn sem nálgast 20 km lengd. Enn mögulegt að kvika komist aftur upp á yfirborðið. Gosið hefur ekki valdið skemmdum á innviðum en heitavatnslögn fór í sundur norðarlega í bænum í morgun vegna sprungurhreyfinga. Þetta er 8. eldgosið á Sundhnúksgígaröðinni og 11. á Reykjanesskaga frá 2021. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður hefur verið á Reykjanesskaga í allan dag og er nú á varnargarði norðan við Grindavík. Hólmfríður Dagný, glittir enn í einhverja glóð? Já, það er nú varla. Þetta eldgosi kóðnaði mjög hratt niður eftir hádegi. Þegar við Guðmundur Bergkvist myndatökumaður vorum nákvæmlega hér klukkan 3 í dag, þá frussaðist aðeins upp úr nyrsta gígnum sem er eiginlega næst bænum, en það er ekki að sjá núna, en það rýkur talsvert þarna upp úr samt sem áður. En mesta virknin í dag var handan varnargarðsins, og nýja hraunið er ljósgrátt á móti svona aðeins svartleittara sem er gamalt hraun undir, og það stafar þessu talsverður hiti og að heyrast svona annars slagi sprengingar líka og það er glittir þarna í glóð undir. En það sem er svona óvenjulegt við þetta gos er rosalega mikil skjálftavirkni sem hefur haldið áfram þótt að eldgosið sé hafið. Þeir hafa verið mjög kröftugir og jafnvel komið á stað viðvörunarflautum í bílum og fara ekki fram hjá neinum þegar þeir ríða yfir. Við Guðmundur Bergkvist myndatökumaður sem hefur verið hér á ferð í dag erum sammála að við höfum ekki fundið jafn marga skjálfta á einum degi síðan þetta byrjaði og við höfum þó talsvert mikið verið á ferð saman. Þetta eldgos er ekki stórt í samanburði við önnur á Sundhnúksgígaröðinni, en við Guðmundur Bergkvist vorum einmitt í Grindavík þegar þetta byrjaði. Áköf jarðskjálftahrina hófst klukkan 6:30 í morgun á Sundhnúksgígaröðinni. Ljóst var að eitthvað var að gerast þegar kvikuhlaup var hafið. Samhæfingarstöð almannavarna var virkjuð á 8. tímanum. Ákveðið var að rýma Grindavík og Bláa lónið og gekk það greiðlega, en nokkurir íbúar voru þó ekki reiðbúnir að fara strax. Það er ekki í lagi, en svona er þetta bara. Þú hefur þín réttindi og við vitum hverju þetta eru og fylgjumst með þeim og upplýsum ef að staðan breytist, þá vitum við nákvæmlega hverju þetta eru. En aðri tóku viðvörun og leiðbeiningum fegin sendi. Because we was a little bit scared about, no, you have to evacuate and you have to take everything and go. But everyone around the town, the police and every people help us. The information was clear. Viðvörunarflautur almannavarna voru þó ekki nóg til að vekja hann. Actually, I was so tired from the training yesterday and I couldn't listen the alarm. So, that's why the police come inside our house. Niður við Höfn höfðu menn hraðar hendur við að koma bátum burt ef það færi að gjósa. Eru þið að fara? Við erum bara að koma bátunum niður í Sandgerði. Er það öryggisráðstöfun?
Já, bara hann hefur komist mögulega á sjó, næst þegar verður hægt að fara á sjó. Við erum bara forða bátunum, þannig að við getum alltaf að vera að róa. Til þess að koma þeim í var ef það kemur eldgos? Já, bara þeir eru að loka bænum. Laust fyrir klukkan 10 var fréttateymi RÚV á ferð með Einari slökkviliðsstjóra og þá gerðist þetta. Það komið gos. Já, þarna er það. Það komið gos. Allt viðbragð var þar með aukið, neyðarstigi almannavarna lýst yfir, fluglitakóti settur á rautt og allsherjarrýming í Grindavík. Eins og heyrist er búið að kveikja á almannavarna lúðrunum að 9. Gosið hófst suðaustur af Þorbirni og liggur gossprungan í gegnum varnargarðinn norðan Grindavíkur. Við Guðmundur Bergkvist myndatökumaður stöndum hérna upp á varnargarði rétt norðan við Grindavík og hér sést sprungan vel, bæði fyrir utan garðinn og innan hann. Auðvitað hefur fólk mestar áhyggjur af hrauninu sem rennur hérna fyrir innan garðinn og að við teljum er bara rétt hálfur kílómetr í fyrstu hús. Krafturinn í gosinu er hins vegar hérna fyrir utan garðinn. Og hraun var ekki fyrr farið að renna þegar vísindamenn voru mættir til að taka sýni til að átta sig betur á því sem þarna er að gerast. Hérna sér það, sko. Og inn í þessum gaurum eru glerinnleiksur og það er bara upphafskvikan niðri fyrir sem síðan fætti þessa kviku af sér. Hér hafið þið 2 tíma gamalt hraun. Takk fyrir. Já, og hjá mér er Jón Haukur Steingrímsson, jarðverkfræðingur. Já, er þetta eldgos búið? Já, það er allavega, þó að sé nú ekki búið að lýsa formlega yfir, þá er eiginlega ekkert fruss lengur á yfirborði og það eina sem við sjáum er smá gufa sem er að ganga hérna upp úr gjánni, þar sem það var að renna hérna í áttina bænum, þar sem við sjáum hérna fyrir aftan mig. Það er í aðalatriðum grunnvatn sem er þar að sjóða og hérna skila sér sem gufa upp á yfirborð. Það var svolítið óþægilegt að sjá þegar sprungan opnaðist hérna fyrir innan garðinn og menn voru tilbúinir með svona hraunkælingar búnað ef skeð kynni að þyrfti að grípa til einhverju ráðstafana. En hvaða innviðir voru svona sérstaklega í hættu? Já, það er kannski fyrst og fremst þetta viðbragð sem var sett í gang eftir að ljóst að það opnast hérna í gegnum garðinn, eiginlega gjá undir hann og fyrir að flæða og fikra sér hérna í áttina bænum þá er það bara fyrst og fremst bara bærinn sjálfur og síðan ef þetta hefði þá dregist eitthvað á langinn og orðið eitthvað meir en síðan varð að þá hallar landinu þannig að það hefði getað tekið striki eftir Hafnargötunni og í gegnum þau fyrirtækin sem eru þar, þannig að viðbragðið hefði þá snúist að halda þessu svona í svolítið beinum kanal eða beinni rás til sjávar og það var bara hafinn undirbúningur af því og svo svona þegar þetta fór að draga úr þessu þá var því bara slakað tilbaka og núna bara stendur þessi búnaður niður í bæ og er svo sem bara ready en það er alltaf töluvert aðdragandi að því að koma þessu á stað. En hvað með, að því að það var svo mikil skjálftavirkni og mikil gliðnun þar að leiðandi, hvað með svona sprungur, eru þær sjáanlegar innanbæjar, nýjar sprungur? Já, við byrjuðum nú eiginlega bara strax í morgun því að hrinan var nú bara kröftug alveg bara frá því snemma í morgun og hefur haldist eins og hóst yfir, kröftug í gegnum allan daginn, þannig að við fórum nú bara mjög snemma að fylgjast með þessu og fara yfir göturnar og alla þessa staði og það er ekki fyrir en svona upp úr hádegi sem við förum að merkja hérna alveg austast, eiginlega bara nánast austan við bæinn, austasti parturinn af því sem að hreyfðist í janúar 24. Að þar höfum við verið að sjá smá hreyfingu og svona upp í 3 sentimetra. Þannig að það er bara örfáa sentimetra sem það er að hreyfast og eingöngu þar en svo var þetta allt mælt mjög nákvæmlega núna seinnipartinn og verður greint betur og svona tökum einhverja stöðu á því í fyrramálið. Einmitt það, takk fyrir Jón Haukur og þessu virðist vera aðaljúka allavega en við kæðum héðan úr Grindavík í bili. Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Karlmaður var handtekinn í Grindavík í morgun eftir að hann ógnaði björgunarsveitarfólki með byssu. 15 manna hópur úr björgunarsveitinni Þorbirni var að aðstoða manninn við að ganga frá lausamönnum vegna rýmingar. Maðurinn sat í bíl þegar hann dró upp haglabyssu og beindi henni upp í loftið yfir höfuð björgunarsveitarmanns. Björgunarsveitarfólkinu var illa brugðið og fékk sálrænan stuðning frá Rauða krossi Íslands. Þá var sérsveit ríkislögreglustjóra kölluð til. Við erum náttúrulega í þessari stöðu til þess að aðstoða fólk. Það er okkar megin hlutverk og megin tilgangur að koma að leit og björgun og almennri aðstoð
Það gerum við og teljum okkur gera bara nokkuð vel. Það ekki það sem við búumst við að þeirri aðstoð verði mætt á þennan hátt. Nei. Þarna erum við í raun og veru í störfum fyrir almannavarnir, samkvæmt samningi þar hjálparliða almannavarna. Það í sjálfu sér ekkert óeðlilegt að menn setjist niður og íhugi hvort að það sé rétt að endurskoða þann samning og þær aðstæður sem að sjálfboðaliðum boðið upp á við verkefni sem þetta. Ríkislögreglustjóri lýsti yfir neyðarstigi almannavarna í samráði við lögreglustjórann á Suðurnesjum þegar gosið hófst. Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður í aðgerðarstjórn í Reykjanesbæ. Þórdís, stendur til að aflétta neyðarstigi nú þegar gosið virðist vera að lognast út af? Já, ég gæti nú trúa því að vísindamönnum þætti það svona heldur snemmt að fara að aflétta neyðarstigi vegna þess að atburðurinn enn í gangi. En Úlfar, lögreglustjóri, hvað segir þú? Hvenær hægt að huglega það að fara að aflétta neyðarstigi? Nú þurfum við bara að bíða okkur kvöldið og nóttina og við munum þá meta stöðuna á nýja leik í fyrramálið. Hvernig hefur dagurinn gengið? Þetta hefur fjöldinn allur fólki verið að störfum til þess að svona halda öllu í röð og reglu. Hvað hefur komið upp? Það hefur nú gengið vel hjá okkur. Þetta gos hefst á ágætistíma. Lítið starfsemi inn í Bláa Lóni og eins inn í Grindavík. Þannig að þetta hefur nú gengið vel. Við fengum þarna upp leiðenda atvik í morgun sem þið þekkið og hefur verið fjallað með fjölmiðlum í dag en það mál í lögreglu sem stendur en hegðun mannsins óboðlega að mínum mati. Já, það kemur þá í ljós síðar hvort að verður lögð fram ákæra í því máli en það íbúar á Reykjanesi, þeir eru öllu vanir og þeir eru virkilega vel varir við skjálftana í dag og það var ekki, fólk fann þá í Keflavík, það fann þá í Vogum og þangað fórum við en skjálftarnir fundust víða, sérstaklega sá sem var þeir sem eruðu þarna rétt fyrir 5:00. Sko það var öðruvísi vegna þess að það var svo mikið skjálftavirkni eftir að gosið byrjaði. Ég var að fylgjast með þessu í sjónvarpinu í dag af því ég var heima og mér fannst bara, ég sat í sófanum og það var einhvern veginn alltaf að koma svona kippir. Þannig að mér fannst það svona svolítið skrítið af því það hefur yfirleitt bara leið og gosið byrjar að það bara stöðvast skjálftavirknin sko. Fannst þið skjálftarnir núna vera nær eða greinilegri heldur en áður? Mér fannst þeir vera greinilegri svona allavega með þessi gos sem hafa verið undanfarið. Ertu búin að finna fyrir skjálftum í dag? Bara í morgun þegar það var 4 rektar og 1 skjálfta rétt eftir það. Ég var heima inn á Strönd sko. Kílómetri frá. Skalf í húsinu þínu? Nei, það var þetta var allt annað heldur en árið þegar skalf allt í 2 klukkutíma sko. Þá skalf, en ekki núna. Did you feel the earthquakes today? Yes, I have felt that. I knew kind of that it will be the eruption short after that. And it was quite strong. And now 5 minutes before 5 it was another one. Also was quite strong, I think. Kristín Jónsdóttir, velkomin til okkar hingað. Þarna eru íbúarnir að lýsa kröftugum skjálftum sem hafa verið í dag og núna síðdegis sérstaklega. Það gliðnun og það eru sprungur þarna út allt. Já, hvar virknin mest núna? Virknin, hún rauninni hefst á þessum sama stað og vanalega þar sem að kvikan finnur sér leið inn í kvikuganginn, sirka fyrir miðjum kvikuganginum og svo rauninni hleypur kvikan virðist hlaupa eftir allri þessari sprungu, bæði til suðurs og norðurs. Það eldgos sem brýst út þarna rétt fyrir norðan Grindavík og þar voru skjálftar. Skjálftavirknin, hún í rauninni hefur lognast út af þarna samfara því að gosið hefur dregið úr gosinu og því líklega lokið sem að hófst þarna norðan við Grindavík. En enn eru mikil átök þarna alveg nyrst
og fólki í Vogum hefur verið að senda tilkynningar á Veðurstofuna og það hefur bara verið skjálfti eftir skjálfta sem að fólki þar hefur fundið. Þeir eru kannski ekki sérstaklega stórir, 2-3 að stærð, en þeir finnast mjög vel í Vogum og það sem að gerast þarna líklega að kvikan bara áfram smá saman að búa til pláss. Við erum komið með kvikugang sem 20 kilometrar, miklu lengri heldur en kvikugangurinn sem myndaðist 10. nóvember, þannig við erum komið með mjög bara nýja sviðsmynd eiginlega og þarna þessi skjálftar, þeir eru reynilega að brjóta nýja leið fyrir kvikuna. En hvað segir þetta okkur ef þú segir að gosinu sem hófst í morgun nánast lokið, en hvað segir þetta okkur ef þessi svakalega spenna þarna megin? Já, við teljum að þarna sé kvikan ennþá neðanjarðar að finna sér leið og það svo sem ágætt að hún áfram að finna sér leið neðanjarðar og þessi skjálftar eru mest á svona 4-6 kilometra dýpi en auðvitað þarf að fylgjast mjög vel með því að þessi virkni virðist að færast alltaf smá saman norðar og norðar og nú í rauninni nyrstu skjálftar eru 2,5 kilometra fyrir sunnan Reykjanesbrautina. En hvað segir þið svo gæti farið að gosa fljótlega annar staðar eða á þessu svæði og hvað með Reykjanesbrautina sem svo nálægt? Já, það alveg rétt að við erum komin ansi nálægt Reykjanesbrautinni og það kannski svona stóra spurningi núna, hvað gerist? Finnur kvika sér bara pláss hreinlega inn í þessum langa kvikugangi sem hefur myndast og það verður náttúrulega besta staðan eða kemur upp nýtt gos og þá rauninni öll sprungan undir. Við sjáum eins og ég segi það mest átökin alveg nyrst þannig að það auðvitað fókus á þann stað og þar erum við nálægt Reykjanesbrautinni þannig að það þarf að fylgjast vel með því. En svo bara klukkan 5 í dag þá voru skjálftar líka á Reykjanestá sem fundust vel á höfuðborgarsvæðinu og náttúrulega þarna í nágrenni og alla leið á Kirkjubæjarklaustur og það eru skjálftar sem eru þótt gikkskjálftar, þeir eru töluvert frá þessum stað þannig að það eru mikla færslur, þetta stór atburður en eins og þú segir þetta lítið hraun sem hefur komið upp ennþá. Kristín Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Takk. Og við höfum ekki alveg sagt skilið við þessa atburðarás því fyrir íbúi í Efrahópi í Grindavík segir að atburði dagsins hafi sett áform hans sem að búa aftur í Grindavík í uppnám. Hann segir mikinn söknuð eftir samfélaginu í bænum. Geturðu sýnt mér hvar húsið þitt Já, þetta Efrahóp og hérna húsið mitt hérna í efri botnlanganum og hérna hér við hliðina á fóru 3 hús undir hraun þarna í janúar í fyrra. Sigurður segir erfitt að upplifa það aftur að hraunjaðarinn sé svo nálægt heimili sínu. Hann hafði nýlokið við framkvæmdir við húsið sem hann byggði sjálfur. Að þegar við yfirgáum húsið í fyrra, göngum frá og eftir atburðinn 14. janúar að þá sagði ég að hér mun enginn búa aftur og maður var eiginlega bara farinn þetta, maður getur ekki boðið nokkrum mann upp á þetta. Það bara svo, einhvern veginn þrátt fyrir allt, svo gott að vera þarna og manni líður svo vel þarna að við vorum búin að taka ákvörðun það að gera þarna svo allavega hollvinna samning og að fara að hlakka til að koma aftur og í sumar og njóta grindvísku sumarblíðunnar. Sigurður vonast til að þær áætlanir breytist ekki þrátt fyrir atburðinn í dag. Ekkert neysluvatn þó í Efrahópi og auðsýnt að styrkja þurfi innviði til að hægt sé að búa í húsinu aftur. Hann segist ekki reiðubúinn að gefast upp. Söknuður eftir samfélaginu? Alveg svakalegur, alveg rosalegur. Bara þetta á mótnana, þetta í kaffi í ólís og vera svona frá því að leysa öll heimsmál og öll vandamál í heiminum. Það bara allt þetta spila bumbubolta með félögunum og svona litlir hlutir eins og við Grindvíkingar segja fara í Netto og röfli við því að kartöflurnar eru búnar eða eitthvað svona ótrúlega hvað litlir hlutirnir skipta máli en það var þetta svo samheldið bæjarfélag. Og þá eru það aðrar fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ætlar að kynna fjölmarga nýja tolla á innflutning þangað til lands á blaðamannafundi á morgun. Ekki vitað á hvaða vörur eða á innflutning hvaðan og markaðir heim allan bregðast illa við óvissunni. Trump segir að á morgun renni upp frelsisdagur Bandaríkjanna. Frá því að Trump tók við í janúar hefur hann sett tolla á allan mögulegan innflutning og boðað tolla á enn meira.
20% toll á vörur frá Kína, 25% toll á stál og ál, 25% toll á bíla og varahluti í bíla, toll á Kanada, Mexíkó og Evrópusambandið og svona mætti lengur telja. Og á morgun ætlar hann svo að bæta í. The president will be announcing a tariff plan that will roll back the unfair trade practices that have been ripping off our country for decades. He's doing this in the best interest of the American worker. Trump kallar þessa tolla hefndartolla, hefnd fyrir það hvernig ríki heims hafa komið fram við Bandaríkin. Fjölmörg ríki vilja reyna að semja við Bandaríkin og Mexíkó og Bretland eru þeirra á meðal. Önnur hafa svarað Bandaríkinum í sömu mynt. Kínverjar leggja 10–15% toll á bandarískar landbúnaðarafurðir, Kanadamenn 25% toll á ál og stál frá Bandaríkunum og ESB ætlar að setja toll á allskyns bandarískan varning 13. apríl. Tariffs are taxes that will be paid by the people. Tariffs are taxes for the Americans on their groceries and their medication. Tariffs will just fuel inflation, exactly the opposite of what we wanted to achieve. Það varð allt rautt við opnun markaða vestanhafs í morgun og sömu sögu að segja víðar heim. Það ljóst að það bíða margir eftir því hvaða tolla Trump kynnir á blaðamannafundi í Rósagarði Hvíta hússins á morgun. Utanríkisráðherra vill ræða við Evrópusambandið tvíhliða öryggis- og varnarsamning að fordæmi Norðmanna. Varnarsamningur við Bandaríkin standi en fjölga þurfi stoðum varnarlandsins með hliðsjón af breyttum áherslum í Washington. Frá því 1951 hefur varnarsamningurinn við Bandaríkin verið hornsteinn varna Íslands. En í ljósi breyttrar sýnar bandarískra ráðamanna á þjóðaröryggi og samskipti við bandamenn hafa vaknað spurningar hversu mikið öryggi felist í samningnum. Utanríkisráðherra segir ekkert benda til þess að samningurinn standi ekki, en Ég ætla ekki að vera að blauta á bak við eyrum. Það eru áherslubreytingar hjá Bandaríkjastjórn, nýrri Bandaríkjastjórn og við þurfum að fjölga okkar stoðum. Hún nefnir tvíhliða öryggis- og varnarmálasamning sem norsk stjórnvöld gerðu við Evrópusambandið fyrir réttu ári. Því fordæmi viljum fylgja. Það eru umbrotatíma núna, það erum á krossgötum og við eigum eftir að spá ég ákveðna breytingar núna með þróun þessara mála í álfunni. Hvernig heldur að þær breytingar líti út? Eins og ég segja, við munum sjá aukningu því að ríki Evrópu taki meira til sín en ég bind líka vonum við það og ég ætla ekki að vera með dómsdagsspár með NATO. Ég trúi því og ætla að leyfa mér að trúa því að Bandaríkin sjáu hag sinn í því að vera með líkt þekkjandi þjóðum í bandalagi og samstarfi. En skoða þurfi varnir landsins þar með talið varnarsamningin. Og ég ítreka það að við Íslendingar við eigum ekki að vera hrædd þjóð en við eigum að vera þjóð á varðbergi og við eigum að vera þjóð sem undirbúin. Og þess vegna tel ég að það engin tabu þegar kemur að spurningum, vangaveltum. Það bjóð upp á í Kastljósi kvöldsins. Við ætlum að ræða við Freystein Sigmundsson, jarðeðlisfræðing gosi sem hófst í morgun og bera það sama við fyrri gos á Sundhnúksgígaröðinni og reyna að rýna aðeins betur í þá atburði sem getur verið mögulegir núna þegar að þessu gosi lýkur. En svo ætlum við að fara eins langt frá Grindavík og við mögulega komumst nefnilega til Raufarhafnar. Við ætlum að skoða ferðaþjónustu á Norðurlandi því að þó mörgum finnist kannski að það sé mjög mikið af ferðamennum í Íslandi þá eru bæir á landsbyggðinni sem að þurfa að hafa mikið fyrir því að fá til sín ferðamenn. Og frá Raufarhöfn þá förum við aftur í höfuðborgina því við ætlum að kíkja á nýjustu sýninguna hjá Íslenska dansflokkinu. Mismikið því, takk fyrir það Urður og við ætlum síðan að líta til veðurs. Skil munu leita vestur yfir landið í kvöld og í nótt og því slydda eða snjó koma víða en rigning suðaustanlands. Þegar skilin ganga til norðausturs og morgun mun hvöss vestlæg átt taka við með því stöku éljum á vesturhelmingi landsins. Loftþrýstingur mun fara ört hækkandi og á fimmtudag gera spákortin ráð fyrir flottu veðri mestallt land. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Noregi í þjóðadeildinni á föstudag. Leikurinn verður spilaður á Þróttaravelli. Mér finnst alveg ágætt að spila á gervigrasi þótt það sé kannski ekki voða vinsælt. Maður vonur bara að vera uppselt í þessa litlu stúku þá. Og við kíktum á æfingu hjá Íslandsmeisturunum í borðtennis. Ég segi bara að giska og segi alltaf fótbolta og ég maður neða borðtennis. What? Borðtennis. En borðtennis mjög gott íþrótt. Og það var helst í þessum fréttatíma. Lítil virkni í eldgosinu sem hófst á 10. tímanum í morgun. Sprunga liggur í gegnum varnargarð norðan Grindavíkur og opnaðist innan garðanna. Erfitt að spá fyrir framhaldið.
Suðvesturhornið skalf síðdegis eftir kröftuga skjálfta við Reykjanestá. Íbúar í Vogum fundu vel fyrir skjálftanum og segja það öðruvísi en í fyrri gosum. Karlmaður í Grindavík ógnaði björgunarsveitarfólki með byssu sem varðar að aðstoða íbúa. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til og björgunarsveitarfólkið fékk áfallahjálp. En ríkir algjör óvissa nýja tolla sem Bandaríkjaforseti ætlar að kynna á morgun. Trump segir morgundaginn verða sannkallaðan frelsisdag fyrir Bandaríkin. Þessum fréttatíma að ljúka og nú koma íþróttum, veðri og Kastljós og svo minnum á Kveik sem hefst klukkan 20:05. Það eru næst fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir eru alltaf á RÚV.is en við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.